Ædari, hvað getur maður sagt eftir svona dag? Ég veit ekki, við erum náttúrulega bara rosa ósættir með að ná ekki að snúa þessu við og þetta eru svona gamli draugar, þessi vandræði í samfélaginu hjá okkur sem eru búin að vera til staðan á þeim síðustu leikjum og við þurfum að ná gamla forminu það þegar við vorum að skora boltanum mjög skilvirkt framan á móti og bara í rauninni þangað til að við fórum í þessa pásu en við erum vera ansi svona ryðgaðir í hvernig við erum að framkvæma leikana núna. Já, svona, það mátti nú lítið út að breiða, þetta var nú ekki það stórt tap eða svoleiðis, það bara svona, þetta er nú bara 3 stig. Já, við eigum bara ekki að skora 69 stig á móti neinu liði, þannig að ég er alveg ánægður með hvernig við spilum vörðuna svona heilt yfir, bæði hér og í Þorlákshöfn, þar sem við erum loksins að ná að stoppa og reyna að halda okkur að lífi í þessu leikjum með að spila sæmilega vörð, en þá lendum við bara í ókunnugum vandræðum sem við erum ekki að ná að finna út. Já, hvað bara hefur stoppið fara svona illa í ykkur, eru menn eitthvað eins að finna Ég ætla ekki að nota það sem neina afsökun, sko, þú veist. Ég veit ekkert hvað af, þú veist, við þurfum að reyna að komast að því. Eru bara, það er þá stutt í næsta leik, svona, hvernig, bara strax í tölvurnar og strax að skoða leikinn bara strax og búinn? Já, þú veist, við ætlum bara að tala saman á morgun betur svona hvað okkur finnst fyrir að og taka saman svona athugasemdir allra og setja það saman í eitthvað plan fram á því. Þetta er ansi langt frá því að vera hvað level sem við viljum sýna á þessu tíma. Herri, gangið þú bara vel í næsta leik. Takk fyrir það.